Það Tékkland á föstudaginn. Ég lýst þér á hann hóp sem samankominn í Ísland núna. Þetta bara fínn hópur. Það vantar eitthvað, það bara svo það ekkert því að gera. Og þetta bara góður hópur, það góður andi hérna. Þetta gekk ágætlega í dag, þannig að maður bara spenntur fyrir þessu. Hvað talar það vantar leikmenn? Eitthvað af götum sem það stoppa í vantarlega. Hvernig sérðu liðið koma saman? Með það sem vantar? Bara vel eins og ég segi, þetta allt strákar sem koma hverju bólta. Það ekkert að hugsa það svona vantar, við erum að hugsa það sem eru hérna. Það bara liðið sem það íslenska landsliðið í dag. Það hellingur að hörku leikmönnum hérna og við þurfum að gera mjög mikið af því sem við höfum reynt að gera gegnum tíðina. Hreyfa boltann stórmenn, hafa góða hreyfingu, hafa gott spacing sóknarlega og varnarlega þurfum að gera það sem við höfum gert undanfarin ár. Búist við einum stórvægilegum taktískum breytingum á liðinu þó að vantar einhverja leikmenn? Það ekki tímið, við erum nú búin með 2 æfingar, við hefum 3 æfingar og skotæfingar eftir svona leik. Það bara ekki tímið, það ekki í boði. Það verður að gera það sama og búið að gera. En það vorum við meðvitaðir það í sumar. Hvernig heldur þú svona gluggar henti þessu liði? Ég skal svara þegar þetta er búið. Nú er búin hérna 24 tímar að gluggar, en það kemur bara ljós. Kannski rættum við á Eurobasket síðast svona væntingar stuðningsmannaliðsins heima á Íslandi. Við hverju mega þeir búast við frá Íslandi í þessum leik? Ég ætla ekki að reyna að stjórna hvað menn búast við. Við ætlum að reyna að spila vel, við ætlum að reyna að hafa góða hraða á sóknarleiknum, hreyfa boltann í gegnum stóru mennina. Við ætlum að reyna að vera aggressífir varnarlega. Það er það sem er markmiðið hjá okkur.